Jæja, gott fólk, komið aftur og afsakið þessa tæknilega örðuleika sem að henda okkur úr loftinu. Nú eru tæpar 9 mínútur liðnar og staðan orðin 1-0 fyrir IA. Það var hinn nýi leikmaður liðsins Rut Þórðardóttir sem skoraði þetta mark. Góð byrjun, Magnea. Þetta glæsilegt. Þetta frábært að velja með vindi. Akkurat. Já, Skagafellsstelpur byrja hérna með vindinum, svo vonustu það sjálfsög til að hann detti aðeins niður í seinni. Ja, það smávegis rigning hérna, blautur völlur, býður upp á, getur bjóðið upp á góða skemmtun. Já, þetta er betra, þetta er miklu betra að vöku þessu öllum. Aldís er að setja pressuna hérna og Þróttur á innkastið. Sjáum að Veronika sem að kemur inn í byrjunliðið er upp á topp, fremst. Já, þetta pressa á þær, hún er með 3 frammi, hún er með 4-3-3. Já. Rut að vinna boltan, Hulda eftir á Birtu, hún færir hann yfir á Fríðu, Fríða tilbaka. Já, það getur verið hættulegt. Þetta getur skapað hættu, kemur skot en það er máttlaust. Og Vilborg nær þessu. Það er oft hættulega þessi sendingar tilbaka. Við þurfum að vera miklu ákveðnar í sendingunum. Svo kannski spurning hvort að Vilborg bara bombi þessu burtu þegar við komum með þessa rauðu alltaf nált okkur. Já. Hérna fremst í Þróttaliðinu er hún Sierra Marie sem að skoraði 2 mörk í útisýri, sterkum útisýri á móti Selfossi í fyrstu deildinni daginn. Eins og við sagðum áðan að þetta er önnur umferðin í Borgunarbikar kvenna. Skagastúlkur sátu hjá, býtu við hér Aldís Silva, nei, hún er ekki að komast í gegn. Skagastúlkur sátu hjá í fyrstu umferðinu meðan að Þróttarar þurftu að sækja sigur í Ólafsvík þar sem það er unnu 1-0. Glæsilega gert hjá Rut. Gert hjá henni. Hún er bara út í jaxlessi. Já, hún snýr með boltan, sér allan völlin, Aldís Silva, þarna kom smá snerting hjá varnarmanni sem að breytti stefnu á boltanum, annars var Aldís bara komin í gegn. Já, þær eru vel vakandi hérna frammi, þær fara á staðun leiður að sjá að miðjan fær boltan, þær eru allar 3 farnar á stað. Við skilja gaman að sjá þetta. Slæmt spark. Og hér kemur skot hjá Aldís Silvu og önnur hornspyrna Skagastúlkna í leiknum. Nú setjum við annað marki strax. Það má alveg koma bara strax í kjölfari. Við erum alltaf verið sterkar í hornunum svo sem. Þetta er bara, höldum því bara áfram. Sjá hvað Skagastúlkur ná að gera úr þessu. Maren skrúan vel inn. Hulda býður sér stutt, en Já, hún er að finna hana Rut bara hann. Já. Þær pressa hátt, þær ekkert að leyfa henni að spila svo auðvitað út úr þessu. Að gera með vindinum, við höldum þarna, það er greinilega áætlunin, leyfum henni að skjóta upp. Sérðu leið og hún gerir sér líklega til að taka stutt á eldaðir. Þetta er bara frábær pressa og þetta eru vandræðin. Já, þetta er bara virkilega velgerð, þær eru allar á tánum í þeim. Já, Skaginn pressar stíft þessar fyrstu mínútur. Það ætla sig greinilega bara að reyna að klára þetta í þessum fyrri hálfleik. Bryndís fær hann úr innkastinu, missir hann. Sandra skallar hann áfram. Og Rut sterk í loftinu þarna. Þróttar hann á að koma þessu svona nokkurn veginn í burtu en kemur alltaf tilbaka. Þetta hlýtur að vera erfitt en boltinn hekkur hér tilbaka á Agnesi sem að getur aðeins róa þetta. Veronika með góða pressu. Ja.
hann er brotleg. Stoppa sóknin allavega. Já. Þarna var Hafrún Sigurðardóttir á leiðinni upp í hornið. Rut stoppaði hana. Slökspilna og Rut kemur þessu frá. Það er Bergdís. Brotið á henni, en hagnaðarreglan. En nú er hagnaðurinn búinn. Nú er sko, maður veit ekki alltaf hversu lengi á hann að ganga. Þetta var bara ein sending sem að misefnaðist. Þarna finnst mér að dómarinn eigi að flauta. Þeir hafa gert það oft sko. Þeir byrja og svo klúrast það þá flautaði sko. Það er kannski vandinn að það er engin svona ákveðin lína í það er mat dómarans hvers og eins. Það er svoleiðis. Þessi er rosalega hættuleg sko. Þetta er, Birta hreinsar það upp. Hér kemur stungusending og þarna er engin ástæða. Mikaela komin í dauðafæri og rétt fram í hann voru Skagastelpurnar mjög heppnar. Já, þetta... Það sýndist mér Sandra vera örlítið og seinast stigi út úr vörninni. Það var heppnað hana. Já, þetta var bara eðalfæri. Þarna býst ég nú við að þjálfari Þróttar hefði nú ætlast til þess að sinn leikmaður hefði skorað. Hér er Aldís Silva langt fyrir innan, já. En það er búin að sýna að Þróttararnir að þær geta ógna marki Skagans. Þetta er svona... Það eru alveg góður í fótbolta þessar stelpur, sko. Það er hérna... Vinnur ekkert Selfoss. Nei, á útivelli. Það er eitthvað í það spunni, það er alveg klárt. Sérðu pressuna hjá okkur, þetta er virkilega vel gert sko. Það er bara að geta þér hana. Maren vinnur boltan. Góð, skemmtileg sending hérna, náði ekki alla leið. Veronika kemur á Bergdísi og það er dauðafæri og glæsilegt. Þetta var flott svo. Það er vel gert. Maren hefði mátt skjóta þarna líka. Já, Agnes varði þetta vel, hélt þessu. Hinleikur Þróttar í deildinni var gegn HK Víkingi sem að flestur spá nú toppbaráttu í sumar. Já. Og margir svona allavega voru við sammála það við Magga Áka hérna í síðustu útsendingu að það væri svona það lið sem geti helst ógnað Skagaliðinu. Já, ég er alltaf mjög spennt að sjá þær. En það er þar, ef ég man rétt, töpuðu þær 5-0. Já. Þannig að það er upp og ofan í þessu og góð pressa hjá Skagamönnum. Þróttararnir eru aðeins að verða öruggari í þessu spili sínu undir pressunni. Það er samt. Og hér er nær Rut að vinna boltan kemur, nei það er dæmt. Það er skemmtileg staðreynd að hérna á bekkjum beggja liða eru hérna 2/3 af fastagestum Pepsi-marka kvenna. Já. Þær fá eitthvað að rífast í settinu næst. Já, það er gaman að fylgjast með það. Fín vörn. Þannig að Bryndís nær að vinna skallaboltan. Aldís mjög spræk á móti Tindastóli í fyrsta leik. Aldís Silva. Já. Þetta er bara þegar við erum að byrja svona vel þá þetta verður svo gaman að horfa á þetta. Fáum sigur í 2 fyrstu leikjum og svo bikarinn í kjölfarið. Veronika reynir hann að langskot. Þessi fer út af. Það er alltaf Skaginn búinn að skora 8 mörk og það, ef ég mér telst rétt til að þá held ég að séu 4 leikmenn sem hafa skipt heim á milli sín. Já. Þannig að við erum að fá mörk úr mörgum áttum. Já, það kemur ekki óvart. Rut þarna umkring, kemur honum fram og Þróttur fær yngast alveg upp á hotfana og bara pressa þær. Síðast þegar þessi lið mættust hérna sigraði Þróttur
2-1 í fyrstu deildinni 2012. Það tímabil vann Þróttur báða leikina gegn Skaganum. Já. En það er nú eflaust ekki margar hér sem að spiluðu þá leiki. Nei, alveg örugglega enginn. Sennilega ekki. Held ég ekki. Nei, það getur ekki verið. Hver ætlar að taka þetta? Hulda. Þetta er skot. Bergdís kemur. Það er ræðið þetta sín á milli. Bergdís ætlar að skjóta það skot. Já. Kemur þessu inn á tegin en þetta er hættulítið. Spurning hvort að stelpunnar inn í tegnum hafi hreinlega búist við að myndi skjóta líka. Já, ég held að. Þá kemur hröð sók. Hún þarf að ná henni þannig að. Birta pressar á Sieru og kemur honum aftur fyrir. Nei, þetta er nú ekki réttu dómur. En við þykjum það. Já, það er ekkert að því. Þessi atvik koma og fara báðum megin, þannig að það er ekkert. Þetta jafnast út. Við Hulda með útsparkið. Það er fleitt áfram. Aldís reyna skílunum, nær ekki. Og meira jafnvægi í þetta núna. 20 mínútur liðnar, staðan 1-0, mark Rutar á 7. mínútu. Fínt að skora í sínu fyrsta leik. Já, frá byrjun, hún kom inn á. Já. Það var virkilega vel gert. Ætlaði sig greinilega að bara stimpla sig inn. Já. Hún er að verjast vel að dýna miðin líka. Og Bergdís fær hann aftur. Ná ekki alveg að hafa kontról á þessu. Nei. Það átti sig ekki á því að Róki hjálpar oss til að skjóta markið, sko. Hann má alveg láta vaða. Já. Birta tekur hann niður. Rut biður hann og fær. Snýr. Skiptir yfir á Veroniku. Þær komast inn í að það er innkast. Kannski allt til að halda því til haga að það eru 5 leikir í dag í Borgunarbikar kvenna. Sindri er að sigra Einherja fyrir austan 4-0. Aðrir leikir eru markalausir. HK Víkingur er að taka móti IR og Selfoss á móti Augnablik og Fjölnir á móti Keflavík. Pepsi-deildarliðin er alltaf ekki komin inn, þau koma væntanlega inn í næstu umferð. Já, 16. Það væri nú gaman að fá eitt af þessum stóru hérna upp á Skaga í næstu umferð ef þeir ná að klára þetta. Þetta var skrítið innkast. Já, þetta er vitlaust. Þetta á ekki að sjást í meistaraflokkunum. Nei, þetta má í körfubolta svona no-look sendingar. Já, það er ríkt í bakið á henni hérna. Á möggarspyrnu. Kemur Hulda á vettvang. Kemur þessu háboltinn á teig. Og bara að ráðast á það. Nei, Hulda er taka þetta stutt. Hulda upp í hornið. Fyrir með vinstri. Og Agnes grípur þetta öðlega. Þá kemur langur bolti fram. Hún fyrir bara langt út fyrir tegin með þetta. Röð skilar þessu tilbaka. Þær eru að finna einhverja lausnir á þessari pressu. Já, við þurfum bara að færa allt lið. Sierra eldir þennan bolta, Vilborg þennan áttu, kemur hún minkast. Og Þróttarar, hvað gerist hér? Þarna kemur horn. Fyrsta hornspyrna Þróttara eftir tæpar 24 mínútur. Og
og það er Mikaela Mansfield sem tekur það. Nei. Hættulegt. Já, Aldís Silva keyrir upp með hann. Það má vera á garga. Verdís, býtu við. Þessi bolti endar í Agnesi. Tekur hann auðvitað upp. Þetta er svona yfirburði skagans í byrjun eru... Já, það var svona, mikið aggressífur í fyrirmark. Já. Það var róast aðeins. Fínt, Maren. Vel gert. Nei. Þetta er fótbolti. Já. Bryndís fær hann, missir hann. Rauðreinsar þetta upp. Birta snýr út á kantinn, vel gert. Sandra nær þessu. Nú var að sækja hratt. Aldís Silva með henn upp í hornið. Veronika býður sig, kemur sending fyrir og Berdís pressar en Agnes vandanum vel vaxinn. Já. Maren vantar hjálp. Þetta er byllust. Já. Maren kemur að vera nokkuð, þetta er skemmtilegt spil. Aldís missir að frá langt frá sér. Svona kraftur í Berdís hérna. Já. Hún gefst ekki upp. Hún vantar. Já. Vel gert hjá Rut, snýr. Birta fær hann, Hulda. Já, það er gaman að sjá þegar það er þessi löngubolt að koma að stelpurnar, þær eru alltaf, þær klára hlaupin inn í svæðin. Aldís Silva, maður er búin að sjá hana nokkur sem þó að boltin skilir sér ekki, þá er hún alltaf klár. Við rauninni hvorum einn sem það er að Berdís skila sér líka, þeir klára hlaupin inn. Sierra er að reyna að pressa þarna á Höldu, Rut meðan, næra koma honum yfir á Berdísi. Og bara árás, koma svo. Skiptingu yfir. Þarna þurftum við ekki þessa sendingu strax. Ég vildi fá Maren hana. Já. Mikaela Mansfield nær að vinna horn. Við myndum róast helling hérna í gamnum ef að við fengjum annað mark í þetta held ég. Já, þegar hornið er búið þá tökum við eina hraða. Og hlaða þær sér inn í Martein. Já, þetta er óþægilegt. Vilborg hefur ekkert pláss til þess að aðtefna sig þarna, kemur hann inn á miðjan teig. Já. Þetta á að komast út úr teignum og svo alla leið. Dæmir á rangstuðu. Ég var stundar meiri í rángstöða hann í færin áðan en núna. Já, á að jafnast þetta út. Já. Nú er Berdís og Aldís Silva búin að skipta kant. Já. Eitthvað aðeins verið að hræra upp í þeim hérna. Já, það er rúlað þessu svolítið svona. Það er reyndar mjög þægilegt.
Það er vel gert. Bryndís vinnur boltan Já, hér sér. framalega og stingur inn fyrir Aldís, eldir hann nær honum, nú er bara að hlaða í fyrirgjöfin ekki góð aftur fyrir og útspark og markið Þróttara. Nú er þetta náttúrulega örugglega eitt af sko nú er ég ekki alveg viss hvort að leikurinn var spilaður á grasi eða gervigrasi en þetta er þá í mesta lagi annar leikurinn á grasi. Það er alltaf tölvört mikið öðruvísi að æfa á gervigrasi allan veturinn og fara fyrsta leikin á gras og það blautt gras. Það er alltaf svona rosalega viðbrigði. Já. Og það, við hefum yfirleitt verið lélegar í fyrstu grasleikjunum. Mér finnst þetta bara rosalega flott hjá þeim sko. Það er óvenju léttar á sér. Þetta er glæsilega gert. Fín tilraun þarna. Það séu bara í flottu formi þessar stelpur. Já. Þannig að við erum bara klárar í hvað sem er. Nú er allt opið hérna. Þetta er á mót flagga. Fín pressa þarna, góð varnarvinna. Gert Fríða. Fríða alveg tók hann í nefið þarna. Hann er Mikaelu sem var sloppin í gegn. Vilborg á þennan. Já. Þetta var virkilega vel gert hjá Fríðu. Já, hún bara náði henni, hún var bara harð ákveðin í að rífa henni boltan. Það vantaði ekki hraðan hjá henni þarna. Hún var með alveg einhverja 4 metra á hana í byrjun sko. Þetta er efnilegu leikmaður Fríða. Bryndís að Rut. Tilbaka á Birtu. Sierra splittar þeim hana. Vilborg og áfram á Huldu. Þægilegt fyrir þær Fríðu og Söndru að vera með þessa gömlu hana sem miðverði. Já. Virkilega gaman hjá þeim að ná þeim. Að kenna þeim mikið. Huldu með langa bolta að vera hann eitthvað leikur á stað. Það ná að skalla þetta frá. Já. Skæði vinnur þetta eftir. Aldi Silva inn á Bryndísi. Þröngt spil. Tekst ekki alveg. Hálftími liðinn. Staðan ennþá 1-0. Já, það er alveg með þetta. Sé að Birta er farin að droppa svolítið vel niður. Það er hættar að treysta á þess að flötu vörgna sér. Já. Það er ekkert ránstæðis kjaftaði núna sko. Það er viljað þetta frekar niður. Það eru hrættar við þetta. Ég skil það vel. Það er að fara svolítið að niður fyrir. Helena vill fá þar herra á völlinn. Já, halda þessari pressu sem var í upphæðu leiks. Það er að aðeins bakka frá þeim. Við viljum bara fá endalösa grind. Það er bara ekki að vera endalust. Það var bara að vera stanslist í baráttunni. Smá miskilningur hana. Já, bara framar með þetta. Jú, það er spilin með blús. Það er bara setja á það strax. Já, bara þarna á að keyra bara á hana. Já, Þróttarinn er skítkaldir alveg þarna. En þú sér það, leið og þeir setja einhverju alvöru pressa á þér, þá eru þeir bara í mjög miklu basli með að koma boltanum fram öllin. Mér finnst þetta með þess að vera svona hálfpressa hjá henni, þannig samt voru það að klikka henni. Ég vil bara að þessi taki alveg árás á þér henni. Við erum með 3 henni frammi. Þegar hann eitthvað færir hann, skilur hann snýr, kemur hann fyrir og Aldi Silva, já, hún var hann að lúrði fyrir aftan og hann á bjargi í hotn. Nú værum við að næsa að fá mark.
Við getum ekki verið þekkt fyrir það hérna á IA-TV að vera með útsendingar og sína ekki mörkin sko. Þetta eina marka við mistum því miður af því að við vorum í tæknilegum erfiðleikum í byrjun. Nei, við erum eftir að fá allavega 1 í viðbót. Fín hotspyrna hana og Rut í dauðafæri skóplónunum yfir. Rut hana alveg tilbúin að bæta markareikningin. Hún bara, Maren, hún leitar að henni greinilega. Búin að fá alla boltana úr hornunum, beint á sig. Fríður hana sig. Já, við sáum hérna að Fríða í hægri bakgrunum, hún var komin ansi langt yfir. Já, svo tók ég eftir hún var að segja henni til hann og Rut. Já. Þetta munur agalega að fá svona reynslubolta. Hún að segja henni til hann og við erum að hlusta vel á þær. Ég veit að ég hef verið eldri leikmaður í ungu lið, það er hlusta á mann. Já. Það er virðing borin, það er bara svoleiðis. Já, allir leikmenn sem vilja vera betri, þeir hafa vitað því að hlusta. Þú ert tilbúin að hlusta. Kemur langur bolti, Bergdís eldir, þetta er aðeins of beint. ...35 mínútur liðnar. Ef þið voruð að kveikja okkur, þá er þið að horfa á IA-TV. Og við erum í samstarfi við Omnis á Akranesi með þessar beinu útsendingar. IA 1-0 yfir með marki frá Rut Þórðardóttur. Leikurinn er búinn að vera í tölu svona nokkur jafnvægi eftir það. Þróttar hafa fengið mjög góð færi og Skaginn svo líka. Það er rauninni ótrúlegt að sé ekki komið fleiri mörk í þennan leik. Rut alveg svellköld þarna og Maren eldir, náðu þessu. Já. Inga sem Skaginn á þarna á góðum stað. Fær hann, kemur hann aftur út, kemur fyrirgjöf, Bryndís fer upp í þetta, skallar hann áfram en Agnes hirðir þetta. Og nú er að pressa. Tvær saman hann og Rut fórnar sér í þetta, glæsileg tækling, það var ekkert á þetta, dómari. Nei, er hann að dæma aukaspyrnu? Hún tæklaði þarna klálega boltan. Ég er ekki frá því að þjálfari Þróttar hafi verið að biðja hann hreinlega um spjald þarna, en það hefði verið... Það hefði verið mjög sérstakt. Þetta er virkilega vel gert. Dauða færi, þetta var vel gert hjá henni. Afgreiðslan ekki eins góð. Það er vel til að það er ekkert að setja þetta. Það hefur stundum trublað mig að sko með dómgæslu í kvennaboltan, mér finnst stundum eins og það sé ekki gert ráð fyrir þetta séu knattspyrnumenn sem þola smá snertingu. Ég hef sjálfur verið í þessari stöðu sem dómari og þá vill maður í rauninni horfa bara á, ég var allavega þannig, ég vildi bara horfa á búningana, hvort sem þetta voru kallar eða konur, að ekkert að breyta neinu. Mér finnst of margir dómarar svona, þetta er frábært, Veronika að sleppa hérna í gegn, gott hlaup hjá Marinni, en Veronika nær ekki gera matur þessu. Ég held þetta er alveg rétt, já, þetta er búið að vera svolítið svona eiginlega bara frá upphæði. Já, þetta er bara við allavega skorum á dómara bara til þess að líta á alla fótboltamenn og konur bara sem slíka og láta þau spila sama leikinn. Ekki að vera með einhverja aðra línu í kvennaboltanum en kallaboltanum.
vegna þess að þessi dómara sem að dæmi í kvennaboltanum, þeir hafa líka þá hafa metna til þess að fara hátt væntanlega í báðum flokkum. Fá eflaust feedback eftir hvern leik. Já. Annars finnst mér dómgæslan á Íslandi hafa skánað mjög mikið undanfarin ár og heilt yfir allavega það sem að svona maður sér að hún er orðin töluvert betri, það meiri fagmennska í... Já, það er meiri metnaður, við getum alveg sagt það. Svo að koma inn líka konur maður að sjá það. Einmitt. Ókeypis kaffi og meðlæti verður hægt að kaupa happdrættismiða aðeins 500 krónur. Í verðlaun greinar komunum yfir. Gjafagarðar, allur af happdrættisjóninni spennandi. Hulda alveg hana. Þetta er of lengi að gerast. Það vantar hreyfingu þarna verið framanna. Herðu. Og nú dæmirinn, nei, ég ætla að fara að segja. Ekki það, þetta hefur þá jafnað eitthvað út en við erum sanngjarnt fólk hér á Garnesi. Já. Nú er alveg tilvæglega að setja inn. Nei. Sér að vinna boltan, Rut vinnur hann tilbaka. Hún er hérna alveg svo segull á boltan hérna inn á miðinni. Vantar Hestlumunin að ná þessu spili í gegn. Já, þær eru að reyna að spila boltanum stutt, þær eru að reyna að spila í þrýtningum, það er mjög jákvætt. Það er eins og alltaf síðasta sendingi sko. Já. Það er alltaf síðasta sendingi klikast. Það er nú haldið í Bryndísi, hún held. Já, þetta er vel gert. Það ætla að láta þetta halda áfram. Nú þurfum við að nýta þetta, setja hana rétt við frá markmannin. Mér sýnist Hulda ætla inn í núna, en það hávaxin mjög. Hún er góður skallamaður, Hulda. Gæti alveg skallað hann inn. Og Maren ætlar að taka þetta eins og hótt með snúning. Maren skellir þessum tegin, nú er að ráðast á boltan. Það er skallað frá og verður eitthvað í baráttunni. Það er ná að reynsa þetta. Og Rut er alveg nautsterk hérna. Góða sendingu inn fyrir Aldísi. Nú eru þær 3 hérna fyrir fram á markið. Kemur þessu fyrir. Þetta var góð bolti. Þannig vantaði bara að hlaupa á næstöngina. Þetta var flott. Virkilega vel gert, já. Þetta er oft hættilegustu boltarnir, fastu niðri. Akkurat. Það skiptir engum máli hver snertir hann. Það skapar stór hætta. Aldís nær boltanum fyrir rest en missir hann aftur. Af öðrum leikjum í Borgunarbikarnum er það að segja Sindri sigraði Einherja 4-0 og komið í pottinn. HK og Víkingur og IR eru ennþá markalaus leikur þar í Víkinni eða Kópavogi, hvort það er nú spila á. Og Selfoss er 2-0 yfir gegn Augnablik en það er markalaust hjá Fjölni og Keflavík. Þessi úrslita uppfærsla var í boði úrslit.net. Það er dæmt útspark. 43 mínútur tæpar. Ætli við fáum ekki mark fyrir hlé. Það hefði nú verið ansi gott. Það er þægilegt. Þó það sé ekki mikill vindur en þá er hann svona nokkuð ákveðin. Já, ekki frá því að bæta í hans. Já. Við höfum verið Bryndís jafn góður á mótivindinu. Þá spilum við bara styttra. Reynum við ekki þessar löngu bolta sem hafa ekkert verið að gefa okkur. Einmitt. Mikið svo sem en það við höfum fengið nokkrar flottar fyrirgjafir. Bryndís vinnur boltan. Kemur. Það er ná að komast inn í þessar sendingar sem að voru að gefa og skapa hættu í upphafi leiks. Já. Það eru kannski að lesa okkur og vel. Bergdís stendur af sér tæklingu hérna, kemur nú með verun eitthvað
strax. Veronika inn á Berdísi aftur, hér er hætta fyrir á Aldísi, hleypur yfir hann og Bryndís skjóttu nú bara á Þetta þetta. er skott, þetta er flott. Þetta er fínt. Já, já. Verður að láta vaða þessu færi. Þetta var fínt upplýp á Já, skagan. þetta var flott sókn. Unnu vel saman hérna út á kantinum. Já, Berdís var með flott hlaup hann eftir hún vann bótt. Hér er framhjá. Ekki að nýta þessi dauðafæri sem hann er að fá. Þetta er sennilega þriðja góða færi sem hún Mikael. Það er verið að skipta stöðu, hún og Sierra nr. 9 sem að byrjaði fremst. Já, það er einmitt. Það eru búin að svissa hana. Nú er bara að detta í hálfleik. Gerir ég ráð fyrir. Hann er ekki bara að vera með neina tafir. Hann flautar þetta á sekundinu helst. Já, hann lítur á vallaklukkuna og flautar til hálfleiks. Ía Þróttur í Borgunarbikar kvenna, fyrir hálfleik líkur þar sem að Ía hefur 1-0 forystu með marki Rut Þórðar Þórðardóttur. Við ætlum að taka okkur örstutt hlé en við sjáumst aftur eftir cirka 5.